til hamingju með daginn. Ágætu fagráðstefnu gestir. 1950, þegar Íslendingar voru fyrst að hefja ræktun skóga að ráði, þá starfaði aðeins einn háskólamenntaður skógfræðingur á landinu. Fljótlega komu þó 4 í viðbót heim frá námi og þá voru þeir orðnir 5. Þessi hópur vissi ýmislegt en kunni ekki neitt, eins og sagt er. Reynsla var mjög að skornum skammti og nákvæmlega engar niðurstöður íslenskra rannsókna lágu fyrir. En bjartsýni ríkti og menn fóru hratt af stað. Svo kom bakslögin. Bjartasta vonin, sitkakrinni, drafst í milljónavís í gróðrarstöðum. Marföll drafst einnig, síberíulerki eitthvað minna og því var mest gróðursett af skógafuru og rauðgreni á 7. áratug síðustu aldar. Svo kom furulúsin og það endaði með því að hún drafst hér löll, skógafuran. Rauðgreni lifði og nú, 60 árum seinna, er á víð og dreifum landið gulleitir rauðgreni skógar sem hafa lítið vaxið og er ekki enn búin að gera upp við sig hvort þeir ætli að fara að vaxa. Auðvitað gerðu með sér grein fyrir rannsóknarþörfinni og fljótlega fékk einn hinna ungu skógfræðinga það hlutverk að vera tilraunamaður. Það var Haukur Ragnarsson. Í áratug var hann einn að, en áorkaði því þó að meðal annars að rannsaka skógræktarskilyrði á Íslandi og setja út fyrstu kvæmatilraunir. Ljóst var að ekki var nóg að hafa einn og árið 1964 kom annar til sögunar, Þórarinn Bendix, og þá voru þeir orðnir 2 og Haukur gerður að tilraunastjóra. Þarna var komin vísir að deild innan skógræktar ríkisins sem var allmikið öðruvísi heldur en skógavarðadeildirnar sem fyrir voru. Þarna voru menn ekki að fást við einstaka skóga heldur framfarir í skógrækt á landinu öllu. Sköpun vísindalegar þekkingar sem nýtast myndi við ákvörðunartöku. Ekki var þó mikill skilningur af hálfu íslenska stjórnvalda á þessari þörf skógræktar fyrir rannsóknir. Eða að ef til þyrftu rannsóknarmennirnir að hafa vinnuaðstöðu einu sinni. Enda vissu flestir Íslendingar full vel að skógar yxu ekki á Íslandi. Norðmenn skildu það hins vegar og gáfu okkur þjóðargjöf og fyrir hana byggðum við rannsóknarstöð. Og það var á Mógilsá og hún var vígð fyrir 50 árum síðan og við erum meðal annars að halda upp á það afmæli hér í dag. Rannsóknarstarfið var lengi vel takmarkað, líkt og skógrækt í heild. Eftir vonbrigðin sem fylgdu í kjörfall bjartsýni 7. áratugarins þurfti líka aðeins að ná áttum. Rannsóknir voru einmitt áttavitin sem vantaði. Til að gera langa sögu stutta jókst rannsóknarstarfið þó ekki að ráði fyrir var komið fram á 9. áratuginn. Leiðin lá svo upp á við tíma en fjöldi sérfræðinga á Mógilsá hefur haldist svipaður núna í allmörg ár, 9 + -2. Flestar framfarir í skógrækt á Íslandi má rekja til rannsókna og langflestar þeirra tengjast rannsóknarstöðin á Mógilsá beint eða óbeint. Við höfum á síðastliðnum 50 árum lært hvaða trjátegundir og kvæmi henta okkur best. Við erum byrjuð að kynbæta sumar þeirra. Við lærðum að framleiða skógarplöntur, að undirbúa land, að draga úr frostlyftingu og að gróðursetja. Við höfum kynnst ýmsum skaðvöldum og lært af hverjum þeirra við þurfum að hafa áhyggjur og hverjum ekki. Við aðlögum skógrækt að þeim. Við höfum lært að þekkja landið okkar vel með tilliti til skógræktarskilyrða, bæði á stórum og smáum skala. Við höfum komið okkur upp aðferðum við að afla upplýsinga um skóga, vöxt þeirra, útbreiðslu og kolefnisbókhald án þess að setja þjóðarbúið á hausinn. Við höfum lært hvernig vistkerfi skóga breytast með tíma og hvaða áhrif vaxandi skógar hafa á veður, vatn, jarðveg og ekki síst samfélag manna. Þekkingarlega erum við á allt öðrum og miklu betri stað núna heldur en fyrir 50 árum síðan. En svo breytist heimurinn.
Fólk notfæri sér skógana til útivistar í æ meira mæli og huga þarf að félagslegu verðmæti þeirra ekki síður en hagræðum eða náttúrufarslegum gæðum. Skógarnir vaxa og við þurfum að huga að grísjun og jafnvel loka fellingu sem hafin á stöku stað og svo endurnýjun í kjölfarið. Við þurfum að finna bestu aðferðir við það. Timbur fellur til og við þurfum að vita viðargæði, notkunarmöguleika og markaði. Loftslag hlýnar og uppkoma áleitnar spurningar tegunda og kvæmaval fyrir 2 gráðu hlýrra Ísland fljótlega og hugsanlega 5 gráðu hlýrra Ísland áður en trén sem við erum að gróðsetja í dag verða aldargömul. 2 sérfræðingar unnu í upphafi við rannsóknarstöð Skógræktarinnar á Mógilsá. Öllum má ljóst vera að það voru of fáir. En ef 2 voru of fáir fyrir 50 árum síðan, eru þá 9 nóg núna, pluss 2 til 3 hjá Landbúnaðar Háskóla Íslands. Og svarið er ennþá nei. Skógrækt er orðin atvinnuvegur, lítill en fer vaxandi. Skógræktar rannsóknir eru ekki lengur til að svala fróðleiksþorsta áhugamanna. Þær eru undirstaða atvinnuþróunar og nýsköpunar. Við höfum lært margt á síðustu 50 árum, en við erum síður en svo komin á leiðarenda hvað það varðar. Þvert á móti þá er mikilvægara nú en áður að efla skógræktarrannsóknir og það svo muni. En rannsóknir einar og sér gera lítið gagn ef engin fréttir af þeim. Ég var að funda á Spáni í haust sem leið og þar var verið að ræða nauðsyn þess að koma vísindalegri þekkingu til notenda hennar, það er að segja skógræktarráðgjafa og skógareigenda. Einn sérfræðingurinn fann því allt til foráttu. Hann væri að vinna með svo flókna og hávísindalega hluti að óbreyttir skógfræðingar botnuðu hvorki upp né niður í þeim. Hvað þá skógareigendur? Það myndi sennilega engu skila að tala við slíkt fólk. Það er að segja fólki sem vinnur verkin. Í framhaldinu benti annar sérfræðingur honum vinalega á að öll þessi þekking myndi klárlega engu skila ef hann kæmi henni eingöngu á framfæri við aðra sérfræðinga. Fræðsla er óaðskiljanlegur hluti rannsókna. Það er nefnilega tilgangslaust að stunda rannsóknir ef niðurstöðunum er ekki komið á framfæri við annað fólk. Sérstaklega það fólk sem myndi notast við niðurstöðunar í sínu starfi. Þess vegna skrifum við greinar, helst bæði hávísindalegar og almennar sömu rannsóknarniðurstöðunar, svo sem flestir geti notið þeirra. Þess vegna höldum við líka fundi, eins og fagráðstefnu Skógræktar. Það er auðvelt að fylgjast með hversu margar þær hafa verið frá upphafi, því sú fyrsta var haldin árið 2000. Þetta er því sú 17. í röðinni. Þær hafa alla tíð verið vel sóttar, oftast mæta vel yfir 100 manns og engin undantekning er á því núna. Það þýðir jafnframt að flestir sem mæta eru ekki vísindamenn, heldur fólk sem að vinnur við skógrækt, fólkið sem kemur rannsóknarniðurstöðunum í framkvæmd. Það er kunst að miðla þekkingu á slíkum ráðstefnum, að halda upp í fræðilegum standard leið að ná til þeirra sem ekki hafa sama vísindalega grunninn í viðkomandi fræðigrein. Ég hygg að flestir leggja sig fram það og oftast tekst það alveg bærilega. Á þessu ári höldum við semst upp á 50 ára afmæli rannsóknarstöðvar Skógræktarinnar á Mógilsá og jafnframt 110 ára afmæli skógræktarlaga. Ég óska okkur öllum til hamingju með hvort tveggja og óska þess jafnframt að við eigum hér góða og gagnlega fagráðstefnu Skógræktar. Takk fyrir.